Þá ætlum við að halda áfram hérna í föstudagsþættinum og næst fáum við hann Helga Jónsson í heimsókn til okkar en hann með bókaútgáfuna Tind og nú líka verið að gera innslög hérna fyrir okkur í N4 og var líka að þýða bókaflokk sem heitir Kitty Klaufi sem að margir þekkja og Helgi, þið voruð að fá bara skemmtilega viðurkenningu fyrir Kitta Klaufa, segðu okkur frá henni. Já, það sem sagt, Kitty Klaufi þetta sem sagt bókaflokkur og þessi bók fékk verðlaun núna á sumardaginn fyrsta. Borgarbókasafnið heldur utan bókaverðlaun barnanna sem veittur á hverju ári. Þau eru þannig að söfn og skólar all land rauninni greiða atkvæði það hvaða bók er best eða vinsælust. Það valin íslensk frumsamin bók og þýdd bók. Og Kitty Klaufi, þessi bláa, nýja, hún var valin í flokki þýddra barna og unglingabóka. Þú lítur að hafa verið dálítið hoppandi kátur með það? Já, það er alltaf gaman að fá klapp á öxlina, fá svona verðlaun og þetta bara, þessi bók hefur enda verið svona, þetta er 7. bókin í þessum flokki, þannig að hún er búin að vera svona bæta sig og er mjög vinsæl. Og sem dæmi get ég nefnt það að í einu skóla Reykjavík, bókasafnsfræðingur þar hafði samband við mig. Þegar var konar 5 bækur, þá voru hún átti 15 eintök af hverjum titli og reiknaði nú. Hún segir að það er aldrei eintak enni. Já. Þetta er bara, krakkarnir sæki þetta. Bara sjóðheitt. Sem er gleðilegt og það er alltaf margar bækur vinsælar. Þetta er ein af þeim, en það vill bara þannig til að við gáum hann út, þess vegna erum við sérstaklega kátt með það. Og þú þýddir? Og ég þýddi, já. Ég hef þýtt þessar Þessi sería hefur farið rauninni sigurför víða heim og ég fór að í bókamessunni Frankfurt fyrir 2 árum. Þar hitti ég 40 útgefundur, sem sagt fulltrúa 40 landa og höfundi sjálfan. Og það var ofsalega gaman. En það var nú líka gaman að uppgötva það að Ísland var eina landið af þessum 40 þar sem sami aðilega var útgefandi og þýðandi. Það höfðu þeir ekki upplifað áður. En Ísland er lítið land og menn hefur bjargað þessu. Við erum oft með marga hatta í þessu. Já, það er bara þannig sko. Þannig að bókaútgáfan Tindur, segðu okkur kannski aðeins bara frá bókaútgáfinni. Þú ert búin að vera að stúsast í þessu með því að vera hérna líka hjá okkur. Já, frá því fyrir Guðsminni eins og ég segi sko. Þetta snerist alltaf fyrst og fremst bara bækur sem ég skrifaði eða þýddi sjálfur framan af. Gaf út alls konar bækur, úlingabækur og Gæsóðaserían var á undan þessu, hún er nú að deyja, skulum við bara segja. Hann er búin að ganga í 20 og eitthvað ár. En við gefum svona nokkra bækur ári, barna- og unglingabækur, skáldsögur, ævisögur, íslensk knattspyrna, sem er ársrit sem margir þekkja. Þannig að það er svona sitt lítið að hverju, sko. Mér langar að nefna þessa bók hérna til hliðar. En hugsanlega ástæðan fyrir því að þessi bók er vinsæl er þetta er skemmtilegstur og léttlestur. Og krökkum veitir ekkert af því í dag í samkeppni við sjónvarp, tölvuleiki og allt þetta. Þú komst hérna með aðra bók að ganni að nefna hana. Já, hún er enda nýkomin út, hún er allt annars eðlis. Já, aðeins öðruvísi en Kitty Klaufi. Hún er aðeins öðruvísi, hún er bönn með börnum. Já. Og heitir Barn 44 og er Kilja, glæpasaga. Það er nú orðið þannig að það er bara markaður á Íslandi fyrir kiljur sem betur fer. Nú koma bækur ekki út á Íslandi 2 mánuði ári heldur 12. Og þessi bók í rauninni er mjög sérstaklega því liturinn til að það er ungu Breti sem datt hann á hugmynd það að skrifa glæpasögu í landi þar sem glæpir eru ekki viðurkenndir. Þannig ef þú fremur brýtur af þér, þá kemst upp með það vegna þess að það má ekki rannsaka það af því að landið er fullkomið. Þetta er Stalín tími, þetta er 1950 í Sovétríkjunum og það var fullkomið ríki eins og allir vita. Þessi bók er að sumuleyti byggð á einhverju hræðilegasta fjöldamorðingi af Sovétríkjunum sem kallaður var slátrarinn frá Rostov og komst upp með glæpi í 20 ár. En þessi bók er náttúrulega ekki hann, þetta er bara byggt á því og hún er ansi mögnuð og ég get alveg sagt það að ég var hooked, eins og þau sagt það á góðri, eftir fyrsta kaflan. Já. Og bara vona að fleiri séu það.
En að því þú talar íslenska knattspyrnu, þá knattspyrnu sumarið að hefjast. Fylgistu með eða? Já, ég geri það nú. Ég tel mig vera áhugasamur á fótbolta, hef haldið með mínum liðum gegnum tíðina. Leiftri? Já, Leiftri og KF núna. Já. Man þegar ég var yngri þá náttúrulega var mitt lið ekki framalega í fótbolta. Þá var uppáhaldsliðið mitt Skaginn. Skaginn? Já. Þeir gulu voru góðir og ég tauga til Akranes. Nákvæmlega. En boltinn róla og það gaman og Víðir Sigurðsson, hann stendur fyrir sínu og skrifar þessa bók. Já, nákvæmlega. Hann klikkar ekkert sko. Það nógu lesefni til. Takk kærlega fyrir komuna, Helgi. Takk fyrir. Og með þessu þá bara ljúkum við föstudagsþættinum að þessu sinni. Góða helgi.